En við ætlum að byrja á deilum það hvort fara eigi fyrningarleiðina í sjávarútvegi og hann Sigmar Guðmundsson ætlar að taka nú við. Litlar líkur á því að stjórnvöld og útvegsmenn nái sáttumiklar breytingar á fiskveiðistjórninni þrátt fyrir að sérstök sáttanefnd eigi að skila af sér í næsta mánuði. Útgerðarmenn ræða það nú sín á milli að sigla flotanum í land ef ekki verður hætt við fyrningarleiðina og hefur stjórn LÍÚ samþykkt að undirbúa það ef í hart fer. Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ og Ólína Þorvarðardóttir varaformaður sjávarútvegsnefndar Alþingis. Þau eru hingað komin, verið velkomin. Takk. Við skulum kannski byrja á þér, Friðrik, þá fjallað þetta mál í fréttum Stöðvar 2 í gær og þar kom fram að þið hafið gert stjórnvöldu það algjörlega skýrt að þið eru tilbúnir í mjög hart ef að þangað fer og flotinn geti jafnvel farið í land. Já, það væri náttúrulega skrítið ef við hefðum ekki kannað þann möguleika ásamt öðrum, en auðvitað er þetta neyðarbrauð og neyðarúrræði sem við auðvitað vonum að koma ekki til og það er rétt að taka það fram að það er auðvitað engin svona ákvörðun verið tekin og þetta er auðvitað ákvörðun hvers og eins útvegsmanns, en það sem við höfum ákveðið, að stjórn LÍÚ hefur ákveðið, er að fara í nauðsynlega undirbúning til þess að hafa það klárt ef að þessi ákvörðun er tekin. Og það þarf auðvitað, eins og ég segja, það þarf að fara yfir það með hverjum útvegsmanni fyrir sig, starfsfólkinu og auðvitað kynna þetta af hverju menn fara í þetta ef það verður. Þannig að vonandi kemur ekki til þess og menn ná nú að snúa þessu á rétta braut. Og það er náttúrulega andstaða útgerðarmanna við fyrningarleiðina sem að veldur þessu. Hvað segir þú við þessu útspili útgerðarmanna? Ég meina, sumir hafa kallað þetta hótun, gengur þú svo langt að nota það? Já, auðvitað er þetta hótun. Ég meina, það er ekki hægt að halda því fram að þetta sé eitthvað neyðarbrauð. Útgerðarmenn hafa ekki látið á það reyna þessar sættir sem þeim standa til boða. Þeir hafa haft aðgang af þessari viðræðunefnd sem að sjávarútvegsráðherra skipaði hér í haust, sem að hefur það hlutverk að komast að samkomulagi eða gera einhvers konar tillögu til stjórnvalda framtíðarfyrirkomulag fiskveiðistjórnunar. Þeir fóru út úr þessari nefnd miðjan nóvember og þeir hafa ekki tekið til starfa í henni aftur. Þeir hafa ekki látið reyna á sáttina, þannig að það er svolítið einkennilegt að heyra þá halda því fram núna að þetta sé eitthvað neyðarúrræði sem þið sjáu enga aðra leið í stöðunni heldur að sigla flotanum í land. Hvernig geta menn þá brugðist við þessu ef að þessi staða kemur upp vegna þess að við erum þá að tala algjört stopp í samfélaginu ef að þessi staða kemur upp? Ef að menn ætla nú að láta reyna á svona ótrúlega hótun, á hverjum bitnar það? Það bitnar á sjómönnunum sem þeir senda heim, það bitnar á verkafólki í landi, þetta bitnar á þeirra eigin fólki. Og þetta væri náttúrulega þá bara ekkert annað en hryðjuverk gegn atvinnulífinu. Auðvitað hlytu stjórnvöld ef út í þetta færi að bregðast við og svara þá að fullum þunga. En ég trúi því ekki á þessari stundu að menn láti sér dreymum eitthvað í þessari líkingu. Já, ef að flotinn siglir í land, þá sé ég ekki aðra leið fyrir stjórnvöld heldur en að sjávarútvegsráðherra einfaldlega taki þessi 150.000 tonn og deili þeim út til annarra skipa sem núna eru utan kvótakerfis og eru ekki inn í LÍÚ og smærri skipa. Ég hugsa að sé bara fjöldi skipa á Íslandi sem myndu fagnandi sigla á miðin til þess að nýta þessar aflaheimildir. En nú erum við að tala í viðtengingarhætti vegna þess að ég trúi því ekki að LÍÚ ætla að láta á þetta reyna. Þetta er bara stríðsyfirlýsing og hún er algjörlega órökrétt miðað við þá stöðu sem uppi er í málinu. Málið er það, Friðrik, að menn hljóta náttúrulega hlusta svolítið eftir því þegar þið ræðið þetta inn á stjórnarfundi og þegar þið eru farnir að undirbúa það ef til þess kemur vegna þess að þið eruð ekki bara eitthvað fólk út í bæ, þið eruð, hvað var að segja, þið haldið utan kvótan og þið veiðið fyrir okkur verðmætin, komið með þau á landi og allt þetta. Það er mikla ábyrgð. Já, í því ljósi hlýtur að segja að þetta sé kannski svolítið glannarleg yfirlýsing í ljósi afleiðingarna sem þetta getur haft og ég meina, hvað segir þessi viðbrögð að það komið til greina að kvótanum þá bara úthlutað frá ykkur? Ólína talar hótun. Þeir einu sem hafa hótað eru stjórnvöld, því að þau hafa komið fram með leið, algjörlega óútfærða, sem að gengur að fyrirtækjunum dauðum og það er okkar ábyrgð að láta það ekki gerast. Og það væri nú gaman, fyrst við erum að tala um þetta, hvað er þessi fyrningarleið sem við erum að tala um? Það er sem verið að tala um það að taka veiðiheimildirnar af fyrirtækjunum ef við skildum rétt á 20 árum og væntanlega bjóða þær upp. Það er það sem við skiljum svona helst. Það væri nú gaman að heyra það frá Ólínu hvað felst í þessu. Ef þetta er rangt þá væri gaman að vita það. Og við skulum aðeins velta því fyrir okkur hvernig þessi ákvarðana tekin. Ef ég skil það rétt, að þá kom saman hópur á aðalfundi Samfylkingarinnar og tók þessa ákvarðana að leggja það til að þetta veri stefna flokksins. Og það var samþykkt. Ég vil spyrja Ólínu hvort að það veri einn aðili sem starfar í sjávarútvegi sem kom að þessari ákvörðun
Síðan vil ég spyrja hvort að það hefði verið metið á einhvern hátt fyrir eða eftir að ákvörðun tekin hvaða afleiðingar hún hefði. Í fyrsta lagi þá náttúrulega einfalda spurninga, já eða nei. Það sem að Friðrik J. kallar hér hótun loforð beggja stjórnarflokkana sem var borið fram fyrir síðustu kosningar að breyta íslensku fiskveiðistjórnarkerfi og mynda og skapa sanngjarnar og eðlilegar leikreglur í þessari atvinnugrein. Hrunið kenndi okkur margt og eitt af því sem fólk áttaði sig á var það að það þyrfti að breyta leikreglunum í sjávarútveginu. Reyndar hefur verið ágreiningur þessa atvinnugrein allar götu frá því að kvótakerfinu var komið á. Hafið þið kannað afleiðingarnar af þessari leið eins og hann að... Við bárum þessa stefnu okkar fram í síðustu kosningum og fengum umboð til þess að framfylgja henni og þess vegna náttúrulega þetta loforð fyrningarleiðina, það inn í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. En hafið þið kannað afleiðingarnar vegna þess að það það sem útgerðarmenn segja? Þið hafið farið af stað með þetta án þess að reikna það út hvað áhrif þetta hefur og þetta muni setja öll útgerðarfélög sem eru starfandi núna á hausinn. Það bara alls ekki rétt. Þetta mun ekki setja eitt einasta fyrirtæki á hausinn. Markmiðið með þessu náttúrulega fyrst og fremst það að skapa sjávarútveginum eðlileg rekstrarskilyrði og skapa sátt í samfélaginu þetta kerfi sem við skulum ekki gleyma því hvernig það tilkomið. Þegar kvótakerfinu komið á 9. áratugnum þá bara tekin ákveðin pottur, veiðar höfðu verið frjálsar fram að því. Pottinum skipt á milli þeirra sem voru í útgerð á þeim tíma, þeir fá veiðiheimildirnar endurgjaldslaust í hendur. Síðan hafa þessar veiðiheimildir gengið kaupum og sölum og sem leiguvarningur milli manna. Sem mitt kjarnin í rök sem útgerðarmann það sé ekki að taka á þeim kvóta sem þeir hafa keypt. Þeir hafa ekki keypt, þeim var úthlutað þessum potti og það mjög auðvelt að sýna fram á það að þau sjávarútvegsútgerðar sem hafa skipt hendur sem hafa skipt hendur. Kjarni málsins sá að síðan hafa aðrir þurft að kaupa sig inn í greinina af þeim sem að fengu þessar veiðiheimildir úthlutað í upphafi. Þetta var gjöfin sem að þjóðin færði þessum atvinnurekendum, þjóðarauðlindina til meðhöndlunar. Þjóðin á hins vegar þessar veiðiheimildir og það grundvallaratriði.